Komið sæl, við sjáum hér skilin sem fóru við landið, eru komin austan við landið, austur af landinu hádegisleitið og síðan lægð hér á Grænlandssundi sem að kemur nær okkur núna í kvöld og svona það voru svona suðvestan strekkingur á landinu í dag með skúrum víða en það dró úr þeim en síðan þegar læðin komin hér austra þá kemur hér svona strekkings norðanátt á morgun með úrkomu þá fyrir norðan og svölu veðri en það verður bjartara svona sunnan heiða og smá saman svo dregur úr vindi annað kvöld og hæglætis veður svona í kortunum þá en síðan lægð hér við Nýfundnaland sem að mun koma í sögu þá svona seint eða svona á föstudaginn skulum við segja Því sjáum að það svalt loft og það svona kólnar hjá okkur núna í kvöld og nótt og má alveg reikna með einhverju svona vægu næturfrosti inn til landsins og síðan svona kannski hlýnar smá saman þegar næsta lægð kemur í vikunni. Stöku skúrir hér á norðausturhorninu núna, aðeins búin að byggjast upp en annars er nú úrkomu lítið, stöku skúrir hér sunnan til eins og við sjáum hér á Spáni og svona verða stöku skúrir eða jafnvel í kvöld og nótt en síðan sjáum við hér norðanáttana færast yfir, mun fyrst snúast í norðanátt á Vestfjörðum og svona þéttast þrýstilínur sjáum að hitinn, hann er nú svona vel við frostmarkið, svona láglendi allavega í fyrramálið og verður strax orðið nokkuð bjart hér sunnan heiða, síðan bætir í úrkomu og það má reikna með að verði rigning meira og minna þá láglendi, jafnvel slydda svo sem svona inn til landsins og svona mest úrkoman er þá hér norðaustan til á landinu. Sjáum að hitinn, hann fer ekki hátt á morgun fyrir norðan en líklegt að hamarshitinn verði eitthvað kannski rétt rúmlega 5 gráður og svona sjáum að 3-4 gráður þetta svona stutt í slyddu-mörkin en hitinn verður hæstur hér þá syðst á landinu og líklegast að fari eitthvað rétt skríði yfir 10 gráðurnar svona syðst á landinu. Sjáum að þétta þrýstilínur og það verður strekkingsvindur og jafnvel allhvassvindur hér austan Öræfa á morgun en síðan fer að gliðna aftur milli þrýstilína annað kvöld og dregur úr einni úrkomu, svona lítil úrkoma þá á miðvikudagsmorgni og á miðvikudaginn verður lítil úrkoma stöku svona kannski skúrir en sjáum að það er frekar skýjað á landinu, langt á milli þrýstilína, hægur vindur og svona heldur svalt kannski en lítið að gerast í veðrinu í rauninni og þegar kemur fram á uppsetningardag, 50-daginn að þá verður þetta svona eiginlega bara skýjað með köflum, erfitt að segja með skýjahullu, gæti verið bjart sums staðar eins og sýnt er þarna og úrkomu lítið og hitinn svona er að þokast upp á við enda lægð svona nálgast og á föstudaginn að þá verður sjáum að þrýstilínur þéttast og það verður komin svona allavega strekkings suðaustanátt eða kaldi og hitinn svona farin að fikra sig upp á við en það fylgir þessu svolítil væta hér allavega sunnan og vestan til á landinu en ætti nú að vera nokkuð þurrt allavega lengst af norðaustan til. En í Evrópu þá er svalt loft sem streymir hér lengst til suðurs og víða svalt hérna norðan til í álfunni og skúraleiðingar og búið að vera mikið þrumuveður í kuldaskilunum sem var á meginlandinu í dag og það verður líklegast jafnvel eitthvað þrumuveður á morgun einnig sjáum að norðan til á Íberíuskaga er svona skúraleiðingar en ætti nú að vera nokkuð bjart og fínt veður sunna til á Spáni og Portúgal og síðan er nú ágætisveður hér víða við Miðjarðarhafið og í Kanaríum þar er skýjað með köflum og hiti yfir 20 gráður en það verður að spá rigningu hér í Las Palmas einhverja rigningu þar en síðan eru lægð hér á leiðinni til austurs sem er yfir Kanada og svo nær líka hér yfir Vatni Miklu með rigningu eða skúrum og svo er aðalveðri hér á Flóridaskaga þrumuveður þar en það er nokkuð hlýtt hér vestan til í álfunni
en ég ætla að láta þetta síðasta kort í kvöld, verið sæl.